Tapio Góðugeri, þú kendir Eiríki í Nordal, var það ekki? Jú, það alveg rétt, mikið rétt, ég kendi honum smíði í byrjun síðasta áratugar liðinnar aldar. Á Ísafirði? Já. Já, þannig að þið þekkist frá fornum fari. Já, hann segist ennþá eiga skápinn. Já. Heyrðu, en það kom nú bók út eftir þig á íslensku fyrir nokkrum árum og þú talar íslensku og giftur íslenskri eins og sagt en nú þú komið með bók sem heitir Ariasman og þetta saga af Spánverjavígunum sem eru mjög sérstæður atburður í Íslandssögunni 1615 og af hverju skrifaru bók Spánverjavíg? Það var eiginlega upptök þessar bókar fyrir mig var þegar ég bjó fyrir vestan og ég einhvern tíma heyrði söguna að Spánverjavígin að þarna hefði verið að drepa baskneska skipbrotsmenn fyrir mörg hundruð árum og það eins og ég nú alinn upp á sjávarsíðu í Finnlandi og það eitthvað svona einhver staðir þjóðarsálni það að drepa skipbrotsmenn það með svona helstu nýðingsverkum og þá að hvernig gátu forfeður þessa góða og yndislega fólks fyrir vestan að gátu gert eitthvað slíkt. Hvernig voru þessir atburðir? Þetta svona lauslega, þarna voru 3 basknesk hvalveiðiskip. Já, á ströndum og sem það var eitthvað verðinum var búinn og þeir ætluðu að leggja í hann heimaleið á næsta dag en það skall á óveður og hafís og skipin brotnuðu. Þeir voru með 80 manns með hvalveiðibátum eftir og þeir sigldu að réru fyrir hornið og það voru að leita að sem sagt skipi sem gæti farið með þeim bara til Evrópu. Já, ok, þeir sigla fyrir horn á bátum. Já. Og ég held að það var eitt sem verður þeim að falla í að ef að þeir hef reyndað að taka vetrasetu á ströndum þar sem þeir voru þekktir og þeir hefðu selt hvalkjöt bændum og svona að það hefði gengið svona þokkalega. Nú var bara að þeir voru einhverjir hættulegir útlendingar. Sama tíma voru englendingar hefðu rænt og ruplað þannig á Vestmannaeyjum og á Patreksfirði og aðrir kannski baskneskir og aðrir veiðimenn höfðu svona gert margt af sér í öðrum landslutum þannig að það var bara ill orðspor að nú eru bara hættulegir útlendingar að ferli. Og hvar fara sjálf manndrápin fram? Á Æðey og á Sandeyri þarna á Snæfjallaströndinni og svo á Dýrafirði það sem sko baskarnir þeir skiptu liði á Jökulfjörðum þegar þeir átta sig á að þeir verða bara taka vetrasetu á Íslandi og það var sumir sem tóku skútu frá Jökulfjörðum og sigldu á Patreksfjörð og þeir lifðu af það en svo var Ari sýslumaður hann tekur ákvörðun og það verður bara ráða baskan á dögum og hann lætur kveða dóm í Súðavík sem þannig merkilega þarna stendur eiginlega þetta voða lítið sem baskarnir hafa gert af sér hingað til þangað til en það byggist meira af hvað þeir hugsanlega gætu gert og það raukstitt að þeir verða bara útlægir, óalandi og óferjandi og réttræpir með öllu. Og svo Dýrfirðingar það drepa 2 áhafnir í Dýrafirði. Sennilega að Ari hefur bara sendt orð til frænda síns. Þetta ágiskun mín sko, en þetta að því að þeir eru treppinni samdægur svo þeir koma. Þannig að það lítur að vera að Dýrfirðingar hafa sko haft tíma til að undirbúa sig. En Ari, þú notar nafn, þið baskneska nafn Ara sem titilinn á bókinni og hann náttúrulega lykilmaður í þessum atburðum. Hann lykilmaður, hann sá sem hefði völdin og hefði geta gert öðruvísi og þetta nafnið basknesna nafnið það hann og þetta saga hvernig svona fólk úr menningaheimum
öðruvísi minningar rekst á. Þetta saga hræðilegan misskilning. Já. Ari náttúrulega voldugasti höfðingi á svæðinu og einn voldugasti höfðingi á Íslandi á þessum tíma. En þú skoðar líka bask og þú segir söguna ekki bara frá sjónarhóli Íslendinga, heldur líka frá sjónarhóli baskana. Já, ég fór til Baskalands og ég las mig til sögu þeirra og menningu og ég fór til Baskalands og var með fjölskyldunni 2 vikur í San Sebastián eða Donostíu eins og heitir á basknesku og lærði svona, ég kann ekki að ég kynni basknesku, ég kynnti mér undirstöðu atriði basknesku. Ég get svona geift 3 rútumiða til Donostíu eða pantað okkur mat eða eitthvað svoleiðis. Já. En þetta er náttúrulega mjög merkileg saga af þessum hvalveiðum. Þeir voru náttúrulega mestu hvalveiðimenn heims og geysilegi sæfarar. Já, og það er alltaf eins og með þessum landskönnum ferðum. Spánverja á Portúgal, það alltaf ef maður lítur á áhafnarlistan, það alltaf einhver stýrimaður að síðastari, það trésmiðurinn á skipinu sem baski, af því að þeir voru líka miklu skipasmíðir. Þannig að þannig að einmitt voru gífurlegir eikaskóar í Gipuzkoa og Biskaya og það voru járnnámur og svoleiðis, þeir höfðu svona skipasmíða innan líka þá þegar. Og þú ert nú reyndar áhuga maður skipasmíði. Já, og svo maður getur örugglega smíða tunnu eftir þessa bók, eins og það þurfti alltaf að hvalveiði skipi vera beikir með sem tók tunnurna saman það sem lýsi var svo sett í. Já. En þessi bók hún kom út í Finnlandi í fyrra og núna í íslenskri þýðingu Sigurðar Karlssonar. Þeir hlýtur nú að vera dálítið gaman að fá þetta á íslensku því að þetta er náttúrulega íslensk bók í aðra röndina. Já, mjög svo að mér fannst eiginlega að bókin var eiginlega að koma heim núna. Sigurður sagði að það var eiginlega mjög erfitt að þýða þessa bók eins og að hann þurfti svona athuga með marga hluti og svo stundum að hvernig væri þetta íslenska orðalagið sem var þarna í upphafinu. Og svo eins og með landslagslýsingum það eiginlega finnskan eiginlega ekki besta máli til að lýsa íslenska landslagið eins og okkur skortir svo mikið orð að því dagi. Þetta bara eins og fyrir Íslendingar lýsa hvernig skógurinn er. Já, ég skil. Já, að lýsa allir þessu roki og sæbörðu ströndum hér norður frá. En eins og segir, þetta er í rauninni einstakur atburður í Íslandssögunni. Þessi Spánverjavík, það er ekkert, í síðari tíma sögu eiginlega frá Sturlungaöld, engin dæmi svona ofbeldisverk á Íslandi. Það eru lýsingar á þessu þar sem menn ganga mjög hart fram í þessum morðum. Þetta er grimmilega morð. Já, og ég hugsa það líka þegar venjulegt fólk fer að fremja ofbeldisverk, þá fer það yfir svona einhver ákveðan þröskuld og þá að því að óvinur ekki alvöru maður. Óvinur eitthvað sem ber bara tortíma. Bara eins og nasistar sem líktu gýðinga við rottur og kakkalakka og svona. Þetta er bara eitthvað sem verður bara tortíma að ganga frá. Eins og ef Íslendingar hefðu slegið baskana og svo tvegið líkin og grafið þá og sungið bara jarðarfarasálma yfir þá að þeir hefðu viðurkennt að þeir hefðu framið mannsmorð. En af því að þeir fóru með líkin eins og fóru, þetta var bara eitthvað úrrak, einhver skítur sem þurfti bara að þrífa í burtu og henda í sjóinn. En er þetta að segja þú sést með einhverja nýjar hugmyndur hvers vegna þetta gerist miðað við það sem hefur verið áður? Þú náttúrulega lesir mikið til þetta. Ég myndi frekar segja að þetta er svona eins og það er kannski hægt að lesa í bókinni og þetta er svona það er svo margt sem smellir á sem Ari hefur sjálfur selt böskum veiðileyfi og gerir sér grein fyrir því að hann getur ekki, að ef það kemst upp það þá
hann getur verið rekinn úr embætti, Já. hann verður að vera svona harður og ákveði. Já. Og svo baskarnir sumir hafa verið svolítið frekir og hrokáfullir í garð landsmanna og það hefur svona skapað óorðu þá. Svo fólk náttúrulega, það hefur verið svo hart í ári, fólk bara hreinlega hrætt. Já. Og þetta svona margt sem spílar saman á neikvæðan, svo endar allt með ósköpum. En þetta náttúrulega söguleg skáldsaga, það eru persónur þarna sem eru skáldaðar og svoleiðis og algjörlega hinn dægilegasta lesning. Maður les þetta bara eins og þetta rennur mann eins og bráðis mér. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn.